Joan flagellati eru bestu lifandi dæmi hvernig forfeður allra dýra hafa litið út. Flettvorm eru elstu dýrin sem hafa heila og einföldustu dýrin lifandi til að hafa tvíhliða samhverfu. Pikaia helgimynd forfeður nútíma Chordates og hryggdýr. Kondóns eru fræg tegund af snemma 495 maja og síðar. Chordate steingervingur. Agnata eru fyrstu hryggdýr jarðarinnar. Placoderm voru forsögulegir fiskar. Placoderm voru sumir af fyrstu með kjálka. Pandaritsis er 90 til 130 cm á lengd. Fiskur frá late Devon tímabilinu. Tyktalyk er ættkvísl Sarcopterygii fiskur frá seint Devonian með mörgum tetrapod-eins lögun. Það sýnir skýr tengsl milli Pandaritsis og Acanthostega. Acanthostega er kulnuð amfíbían. Meðal fyrstu dýranna hafa þekkjanlega útlimi. Það er frambjóðandi fyrir að vera einn af fyrstu hryggdýr á að vera færum að koma á land. Ichthyoteca er snemma tetrapod að vera einn af fyrstu dýrum með fætur, handleggi og fingurbein. Hylonomus frá froskadýrum kom fyrstu skriðdýr. Hylonomus er fyrstu þekktu skriðdýr. Það var 20 cm að lengd, þar á meðal hala, og sennilega hefði lítið frekar svipað nútíma eðla. Ptynocetus skömmu eftir útliti fyrstu skriðdýra. Tvær greinar klofin, ein grein er Diapsids sem koma nútíma skriðdýra og fugla. Cynognathus, kjálki cynodons, líkjast nútíma spendýra kjálka. Það er mjög líklegt að þessi hópur af dýrum inniheldur tegundir sem er bein forfaðir allra nútíma spendýra. Repanamus frá Syndontia kom fyrstu spendýr flest sem snemma. Spendýr voru lítil eins og dýr sem voru alin af skordýrum. Juramia sinensis er fyrsta þekkta Eutheria spendýr steingervinga. Cnidapis, bara spendýr kallaðir Erchonanto. Carpolesis, eitt af síðustu Paleisiadapiformes er Carpolestes simpsoni. Það hafði grasping tölustafi en ekki framsnúandi augu. Agegopotis hapohorini skiptist í infardor, platyrni og platýrini. Öpum hafa prehalsne tögl og karlar eru til blindir. Þeir voru fluttir til Suður-Ameríku. Proconsul was an early genus of Catarrhine primates. They had a mixture of Old World monkey and ape characteristics. Proconsul's monkey-like features include thin-toothed enamel, a light build with a narrow chest and short forelimbs. Sahelanthropus sahadensis, Homo aspectus frá forfeður simpansa. Bæði simpansi og menn hafa barkakýli sem riposted fyrstu 2 árum ævinnar til á blettur milli kok og lungum. Australopithecus afarensis. Some Australopithecus afarensis left human-like footprints on a volcanic ash in Laetoli, Kenya, northern Tanzania,
which provides strong evidence of full-time bipedal limbs. Australopithecus afarensis lived between 3.9 and 2.9 million years ago. Homo habilis. Homo habilis talinn vera forfaðir langkýr flóknari Homo ergaster. Bjóhlið með Homo erectus. Homo erectus þróaðist í Afríku. Homo erectus bæri sláandi lík nútíma mönnum en hafði heila 70% af stærð nútíma mannsins. Homo heidelbergensis, 5 feet á hæð. Homo heidelbergensis eftir fótspor í eldfjallaösku tryggðu í Ítalíu. Homo heidelbergensis kann að vera sameiginlegt forfaðir manna og Neanderthals. Homo sapiens, nútíma mönnum. Homo sapiens eru einu varðveitt meðlimir homini clade útibúi. Mikill apa einkennast af uppreistri líkamsstöðu og bipedal flutninga.